er komin hérna til að tala sjálfa mig, kannski annað en hinnir, en ég ætla bara að skella mér í byrjunina og 7. janúar, janúar 2006, þá var ég að vinna út á Hafnarfjarðarhöfn og risastórum bíl og og svo var ég að keyra í gegnum svona hlið sem maður á að stoppa og dingla til að komast út. Og ég er alveg að nálgast hliðið og ætla að fara að bremsa og taka nú gír. Þá allt í einu hendin bara og löppin og ég réð ekkert við þetta. Sem betur fyrr náði ég að taka nú gír og setja hann í handbremsu og svo einhvern veginn bara leið yfir mig eða svona hringsnerist allt á eins konar flog. Og svo næstu 3 mánuði þá var ég einstaka sinnum að fá svona flog og detta út eða mikið. Og tengdamamma mín er hjúkrunarfræðingur og hún var alltaf að segja: Kiddi, þú verður núna að fara að kíkja og láta tjekka á þér. Nei, þetta er ekkert svo alvarlegt sko. Ég þarf nú ekkert að kíkja. Og svo eftir 3 mánuði þá fór ég í Bláa lónið með konuna og 3 ára strák sem ég á, eða við eigum. Og eins og þið vitið þá eru konurnar alltaf, við strákarnir eru alltaf fljótir upp úr sundlaugum og svona. Þannig að við vorum að bíða eftir stelpunum, ég og strákurinn minn. Svo finn ég að ég er að fá svona flog og ég reykti náttúrulega og var með eina sígarettu uppi mér og ég fann svona eitthvað til að setjast á. Svo fór hausinn á mér allur að snúast, kannski einhverjar 30 sekúndur. Svo opnaði ég augun og jú, strákurinn er ennþá og ég tek strákinn og maður er einhvern veginn svona hálfvaggandi og ég segi: Komdu, við erum að fara inn og reyna að finna mömmu. Svo opnaði ég hurðina og hugsa: hvaða tyggjó er ég með? Og það var bara sígarettan, farin að tyggja sígarettu, heila sígarettu. Og ég bara hló að þessu, og var dálítið hræddur þá, ég skal alveg viðurkenna það. Og svo kvöldið fórum við í mat til tengdamömmu minnar sem er náttúrulega hjúkrunarfræðingur, og þegar hún heyrði þessa sögu þá bara strax í fyrramáli upp á heilsugæslustöð og tala við einhvern. Og ég samþykti það af því að kona mín og mamma hennar voru orðnar dálítið reiðar sko. Og ég fór og þá voru teknar myndir á hausnum á mér og svo næsta dag var ég bara einn í vinnunni og hringi læknirinn og spyr mig hvort að ég get ekki skuttlast, að ég verði bara að koma til sín í dag. Og ég sagði: Já, hvað kom út úr þessum myndum? Og hún sagði: Heyrðu, komdu bara upp yfir og ég tala bara um þetta við þig þegar þú kemur. Ég alveg: Já, er þetta kannski heilaæxli eða eitthvað? Ég verð bara að fá að vita áður en ég kem. Jú, reyndar, þetta er heilaæxli. Og ég bara: Jæja, allt í lagi, og ég kem til þín eftir klukkutíma. Og ég einhvern veginn vissi ekki alveg hvað ég átti að gera. Ég var búinn að slökkva símanum. Heilaæxli, já. Ég lokaði augunum í 2 mínútur. Það voru bara 2 leiðir sem ég sá. Það var að fara að grenja, leggjast í þunglyndi og bara vera eins og ég veit ekki hvað, eða bara brosa og ég geti þetta alveg. Það deyja náttúrulega allir, ef ég dey þá dey ég, hugsaði ég, en ég get kannski alveg hristið þetta af mér. Og svo fór ég náttúrulega bara, kona mín er náttúrulega hárgreiðslukona og hún var að vinna og ég spurði mömmuna náttúrulega hvort að ég ætti að fara bara upp yfir eða ég að fara bara til læknisins án þess að láta hana vita. Hugsaði svo bara: hvað myndi ég vilja? Jú, ég myndi vilja vita þetta strax. Þannig að ég fór upp yfir og hún var í kaffi og ég fór upp á kaffistofu og sagði henni: Ég er nú bara, þetta er heilaæxli og eitthvað, þetta er ekkert svo alvarlegt sko. Og hún náttúrulega alveg í sjokk sko. Ég sagði bara: Ég er að fara til læknisins núna bara og mamma ákvað bara að koma svo að þú þyrftir ekki að taka þér frí. Og konan bara: Já, góðan daginn.
svo fór ég hérna og fekk flogalyf og svo var mér sagt að ég ætti að fara í aðgerð eftir mánuð og hérna heilaaðgerð og hérna ég fór í heilaaðgerð einu mánuði seinna og ég var í viðtali á lækninum og svo ég vil náttúrulega fá að vita allt ég þoli ekki að enginn segi neitt við mig og ég bara herru ég vil bara fá að vita segðu mér bara allt sem að þú heldur og hann alveg læknirinn alveg vissi ekkert hvað hann átti að segja svo sagði hann jú já ekki taka mér of sko ég veit maður veit náttúrulega ekki allt en þú átt svona 10 ár eftir 5 ár eins og ert núna og 5 ár bara missa sjónina, heyrnina hætta að geta hreyft líkamann eða eitthvað og hérna og ég bara hérna var með konuna minna við hliðina þegar ég spurði þessu og ég þakkaði hann fyrir og brosti út að eyrum ég þakkaði fyrir að hafa sagt mér þetta og jæja, nú hérna komum við stínu mín og lappaði út bara brosandi, ég skil það ekki í dag bara ánægður að fá að heyra þá þarf ég ekki að vera eitthvað vafasamur svo hérna fór ég í þessa aðgerð og ég náttúrulega hérna tók myndavélina með mér og let hérna læknirinn hafa og segi þú verður að finna ykkur til að taka myndir ég vil fá að vera með í þessu og svo vaknaði maður bara og hérna ég byrjaði á því þegar ég opnaði augun að öskra og öskra og það kom náttúrulega konur inn til mín hana og bara hvað er að ég sagði viljið þið gjöra svo vel að taka þetta úr tippinu á mér þá var einhver nemi örugglega sem fékk að prófa þetta og hérna og hún sagði bara finnur þú ekkert fyrir hausnum að þér nei, finn ekkert fyrir honum viltu bara taka þetta úr núna og þær alveg já og gerðu það og hérna svo vissi ég ekki að hérna systir mín sama morgunin sem að hérna ég var í aðgerðinni þá hérna fann mamma hennar í herbygginu og hún var komin með heila bólgu heila himnubólgu, ég man þetta aldrei og hérna öll fjölskyldan hana upp á spítala og hérna og svo bara hérna fór ég í svona frí, það var tekið bara lítill partur svona sýnishorn af heilanum á mér svo 2007 þá var aðgerðin og læknirinn var frá Bandaríkjunum og ég held ég hafi verið fyrstur inn á Íslandi til að fara einhver svona laser eitthvað, ég kann nú lítið að útskýra einhver ljós og eitthvað svona sem ég get ekkert útskýrt og ég spurði bara hver hættan væri og hann sagði að ég myndi alveg 90% missa sjón hérna uppi til hægri 50% líkur að ég myndi missa málið það er svona mjög mikla líkur á því og svo væri einhverja líkur og hann vildi ekkert segja mér það ég yrði bara lamaður hérna hægra megin og kvöldið áður en ég hérna ég átti að fara í aðgerðina ég á myndir af mér sko tók bara hérna og ef ég skildi missa málið eitthvað þá geti ég hort á svona seinasta maður var brosandi og hlæjandi og hérna ég var að segja margt sem að ég vildi eiga á spólu sko ef ég get ekki sagt það og hérna ég var að segja að þú veist ef ég myndi deyja hvernig ég vildi hafa jarðarförina sko ég vildi náttúrulega hafa bjór og snittur og ekkert einhverja kökur og rugl sko og hérna og svo næsta dag mætti ég hann á spítalan og það tafðist sko hérna læknirinn þurfti að fara og sjá einhvern áður en hann sá mig og þetta átti að vera búið kvöldið en ég vakna klukkan 10 og konan og hérna fjölskyldan mín vissu náttúrulega ekkert af þessari seinkun heldur bara að vera eitthvað hrikalegt að koma fyrir sko svo vakna ég klukkan 10 eða opna augun og skynja mamma og konan og tengdamamma eru þarna og ég hugsaði bara fyrsta sem ég hugsaði ég vaknaði sko nú verð ég að gera eitthvað grín og ég byrjaði bara bla 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 og allir bara hérna og bara kalla á lækni og ég sagði nei rói ykkur ég er bara grínast
og og svo sopnaði ég aftur hana og svo vaknaði ég aftur á miðnætti og mundi ekkert eftir að nokkur hafi komið til mín sko. Og ég bara fór að hugsa bara hvað ætlar enginn að kíkja á mig, mamma eða konan og ég hringi í konuna og ætlar ekkert að kíkja á mig, elskar mín. Herri, ég var nú bara að fara frá þér, þú sopnaðir og já, ég mundi ekkert eftir því. Þannig að ég kallaði bara hjúkrunarkonuna og ég vildi fá brauð og djús og ég var svangur og hún sagði að því miður þetta var í gjörgæsludeild og má ekki borða þar. Ég sagði, herru, ef þú gefur mér ekkert að borða þá fer ég bara og panta pizzu eða eitthvað. Ég er svangur sko og var alveg á ruglinu. Jú, ég fekk að borða og fekk með þess að sjónvarp til að horfa á að ég var ekki þreyttur. Svo eins og ég segi, maður reykti á þessum tíma og svo þegar maður vaknaði klukkan 7 morgunin þá bara, herru, nú er ég að fara út að reykja sko. Og ég hugsa, hvernig er það hægt? Maður er fastur inn á gjörgæslu. Þannig að ég kallaði aftur á eina stúlkuna og spurði hana hvort ég mætti ekki hringja eitt símtal. Jú. Og svo fór hún út og ég var með síman. Ég hringdi 118 og baði að gefa mig samband á deildina sem ég átti að fara á. Og og það svarar einhver hjúka og ég já, góðan daginn, ætli ekki að fara að ná í hann Kristján Björn upp á gjörgæslu. Jú, við erum bara að búa til setja á rúminn og svona. Já, ég myndi við viljum eiginlega bara sækja Kristján bara mjög fljótlega. Já, hver er þetta með leyfi? Nú, þetta er hann Kristján Björn. Og þetta ég heyrði bara allar fara að hlæja hana sem heyrði þetta. Svo var mér rúllað hana niður og mér var gefið svona einhverjir sem heita sterar til að halda bólgum og svona. Maður var ekkert svona, maður var alveg bara eins og maður væri á einhverju sko. Og svo kom maður og röltu með mig niður á deild og ég náttúrulega bara strax út úr rúminu og í gallabuxurnar og þær bara, herðu vinurinn, þú mátt ekki standa svona rætt upp, hvað er þetta að gera? Ég er bara að fara út að reykja. Það er bara halló sko. Og bla bla bla, hvert var ég komin? Já, svo var ég aldrei inn á deildinu minni. Ég var bara að hjálpa fólki og keyra gömlu konurnar í hjólastólum og það var ekkert að mér sko. Svo eftir þetta fór ég í geislameðferð og lyfjameðferð og eins og þið sjáið, hárið átti að koma bara strax en það kom ekkert aftur og eins og læknar gleyma ofta að tala um pungan á okkur kallar, þá verður maður að hugsa það og ég var heppinn að því að ef ég segi eins gott og hún sé ekki alltaf að tala um tengdamömmu að hún sagði mér svona að fara og setja í eitt box og láta geyma svona til öryggis sko. Og að því að læknir var búin að segja að hárið myndi fara og eistun yrðu ekki í notkun svona alveg í einhverja mánuði en það myndi að flagast örugglega sko. En og það sem betur fyrir á ég þetta inn í banka að því að hárið vex ekki og hungurinn á mér er náttúrulega ekkert alveg starfhæfur eins og er. En svo sagði læknirinn mér, ég fór á mánaðartímabili og lét taka mynd af hausnum á mér og læknirinn sagði, herðu, þetta er alveg rosalega skrítið maður, þetta er bara næstu því að hverfa. Þetta er orðið svo lítið. Svo fór ég eftir 1 mánuð aftur og hann bara, Kiddi, þetta er bara, við skiljum þetta ekki. Þetta er bara horfa. Og ég bara, já, bara þakka þér fyrir. Og eins og ég segi, maður einhvern veginn bara var aldrei veikur, þú veist, að því að það var verið að segja manni að fara til félaga eins og krabbameinsfélaga og annað og fá stuðning og nei, það var ekkert að mér. Svo hefur maður skoðað myndir og svona af sér þarna, þá skilur maður ekki í dag að horfa svona tilbaka og sjá myndir og maður var náttúrulega fárveikur, maður bara laug að sjálfum sér, ekkert að manni. En sem betur fer, þá er þetta farið.